Hwang Nu-bo vill að stjórnvöld fresti því að taka ákvörðun fjárfestingar hans hér á landi. Innanríkisráðherra vill klára málið sem fyrst. Kínverski fjárfestirinn Hwang Nu-bo vill að stjórnvöld fresti því að taka ákvörðun fjárfestingarsamning hans vegna Grímsstaðafjöllum á meðan hann sendi ný gögn vegna málsins. Hann telur það geta tekið nokkra mánuði. Lilja Valgerður Pétursdóttir. Í sumar ákvað ríkisstjórnin að skipa samráðshóp ráðherra og ráðuneyta til að fjalla fjárfestingar Hwang Nu-bos á Grímsstöðum og fjöllum og leigu á jörðinni. Þá var liðið tæpt ár frá því fyrst var ljóst að hann hefði áhuga á því að eignast jörðina og reka þar ferðaþjónustu. 5 ráðherrar hafa komið að starfi nefndarinnar. Það eru atvinnuvega, innanríkis, umhverfis, utanríkis og fjármálaráðherra. Ráðherranefndin hefur fundað nokkrum sinnum, safnað gögnum og farið ítarlega yfir málið. Í síðustu viku barst nefndinni svo beiðni frá félagi Hwang Nu-bos að fresta afgreiðslu málsins. Fréttastofa óskaði í vikun eftir staðfestingu á því og fékk í dag. Í bréfi sem félagið sendi nefndinni óskað eftir því að hún fresti ákvörðun sinni þar til félagið hafi sendt viðbótar upplýsingar sem varpa skýrara ljósi á fjárfestingar þess. Það geti tekið nokkra mánuði. Við teljum að það sé þörf á frekari skýringum að okkar hálfu. Bara í ljósi þeirrar umræðu sem hefur komið fram og ljósi ýmissa punkta sem fram hafa komið, þannig að við teljum rétt bara að það sé útskýrt. Ráðherranefndin mun hittast næst á fundi á þriðjudaginn þar sem hún fer yfir málið. Innanríkisráðherra segir mikilvægt að klára málið sem fyrst. Mér finnst mjög mikilvægt að fá botn í þetta mál. Það ekki eðlilegt að hafa þetta hangandi yfir höfði okkar mánuðum saman eins og myndi stefna í ef að farið væri að þessari beiðni. Við þurfum að komast að niðurstöðu í málunni. Það mín afstaða. Þú vilt þessi tekin ákvörðun fljótt? Já, ég vil það. Heldurðu að hafa eitthvað að segja í þessu máli að Nu-bo sé óska eftir þessum fresti að það séu kosningar í vor? Það kemur ekki óvart. Að hann vilji reyna að bíða af sér einhverja óþægilega aðila.